Já, verið hjartanlega velkomin. Já. Í fjórða þátt af félagsmiðstöðinni. Já. Við erum mættir í okkar eigin stúdíó eða horfum inn. Já, eins og sjáið. Það var ekkert bleikt í kringum okkur. Við erum aftur í tebóðstúdíónu. Við erum, sjáðu þetta tebóðið, okkur konur. Og bara ekki hat okkur. Nei, vonandi, please, gefið okkur breyk. Af því að við ætlum, sko málið með okkur er að þegar við lofum því að vera í öðru stúdíói, þá trúðum við því. Já. Þetta er ekki lygi. Þetta er ekki lygi. Við trúðum þessu sjálfur. Við trúðum því raunverulega að við myndum nenna að fara að græja stúdíó. Já. En svo bara nenntum við því ekki. Nei. Við erum komin með rými samt. Já, við erum komin með rými. Sem við erum að borga samvinskusamlega af. Já, mjög samvinskusamlega. En við erum ekki ennþá búin að fara að kaupa græjur. Nei, en við erum í samræðum við mann sem er að hjálpa okkur að hvernig við erum að gera þetta. Já. En við erum komið með græjur til að taka með til tenni. Já. Við ætlum að taka 2 þætti úti. Já. Það verður geðið sjúkt. Það verður styrlað. Já. Og já, við erum bara 2 gaurar sem hafa aldrei gert neitt kynferðilegt saman með podcast átt, sko. Og bara gaman að fá okkur hérna. Já, algjörlega. Bara takk fyrir að vera með mér hérna. Já, bara ekkert mál. Aldrei gert neitt. Hvernig? Já, heyrðu, svo eru tónleikar í Hljómahöllinni. Já, tónleikar helgina, næstu helgi. Já, í Hljómahöllinni. Já, einmitt. Það er hérna, það er á Valentínsdag. Já. Það er Rómó. Mjög Rómó. Ekkert kynferðislegt. Nei. Það verður, og bara 2 gaurar að syngja hana, ekki gert neitt kynferðislegt nokkuð tíman. Aldrei. Ekki einu sem 2019 á okkur. Nei. Ekkert eitthvað út á landi, já, nei, sérstaklega ekki þá. Nei. Og hérna, já, þetta eru tónleikar í Hljómahöll. Já. Og verður bara gætt. Ég er að hita upp. Þú ert að hita upp og hérna... Þú ert að hita niður. Ég er að hita fucking niður. Þetta verður gætt, ég er mjög spenntur. Já. Miðaslegar á tix.is. Þeir eru ykkur sem er ekki komið með það. Og þetta verður bara algjör stemming. Og verður í story. Þetta verður í story. Þannig að ef þú kemst ekki, þá getur bara kíkt í story og þá verður þetta þar, þá mér og hinn. Hérna, hvernig var helgi þín? Bara róleg, sko. Ég fór í stúdíóið á laugardaginn, gerði International Banger með Þormóði. Fór svo heim og það var Inga með vinkonu sínum og við fengum okkur Dominos. Ok. Að meðan við fórum yfir The Tea. Það er það. Já. Eitthvað nýtt í þessu? Já, ekkert sem ég get sagt hér. Og við fengum okkur pönnupítsu og líka venjulega. Í alvörunni? Í alvörunni. Og ég er búin að hafa nokkuð skilaboð inn á félagsmiðstöðinni og persónulega og þú örugglega líka. Já, ég er búin að fá ógeðislega mikið skilaboð The Thin Crest. Já, ég er í bara, það er svona mitt persónulega markmið núna, það er bara, ég kom með nýtt bara áramótaheiti. Já. Áramótaheit. Já. Að Thin Crest komi á markað. Ég ætla að sjá til þess. Það væri geðið. Líka sko, það væri geggja líka bara þú veist, prófa það í 10 daga og sjá, eða 10 ár. Já, ég sko sendi á Ása, sem er markastjóri Dominos. Já. Ég sendi á hann öll skilabóðin sem ég fá og þú veist, það sem allir er að tala um þennan geggjaða botn. Já. Og já, hann ætlar að skoða þetta. Aha. Já, en ég þarf að hafa þessa strongarmann held ég, sko. Ok. En sko, ég væri til í að, þú veist, þó var ekki nefnir bara fyrir okkur. Mér langar bara í þessa pítsu. Já, en líka þau getur prófað þetta bara í viku eða 10 daga. Eða já, þú veist, kannski kringum tónleikara mína, þau eru náttúrulega að sponsa tónleikana. Þetta eru bara pítsuna sem er á tónleikunum. Já. Eða eitthvað. Eru verið að selta pítsu á tónleikunum. Thin Crest, oh my god, það er ekkert eðalega gott. Það var í góð hugmynd, sko. En, veistu hvað líka að sponsa tónleikara mína í höllinni, sem eru uppselt? Nei. Það er Hagkup. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Og þau eru líka komin hingað inn, við bjóðum þau hjartanlega velkomin inn í félagsmiðstöðina. Ég fór með þangað líka helgina. Já, ég gerði líka. Keypti mér, ónum svolítið seint á ferð og ég keypti Grillan chicken. Grillan chicken? Nice. Ekkert eðlilega juicy og góður. Gekkað. Ég fór ekki í wholesome concept í Hagkup. Ég var sérst að spila á Þorrablóti Skagamanna. Já. Núna á Akranesi á laugardaginn. Og kom í bæinn, ég var að spila svolítið sent, ég var að spila 12:30 og ég kom inn í bæinn bara upp á 2. Já. Og stoppaði Hagkup skeifinni og fór og keypti mér ís og samloku. Nice. Ekki ísamloku? Ekki, ég sko bæði. Já. Og ég bjóð til ísamloku. Ég keypti mér samloku og ís. Já, bara einhverja langlöku. Og setti það saman smörði, já. Já, setti svo bara kúlur á milli og... Já. Já, ok.
Fekk með besti sísin. Já, líka, ég vildi líka ræða að ég ásæðast mjög góðan vin sem að, nú erum við náttúrulega komin samstarfi Hagkaup, að ég á mjög góðan vin sem í eilíðabanni hjá Hagkaup. Ok, af hverju? Og hann stal rakspíra þegar hann var ólingur. Ok, þetta í alvörunni? Þetta í alvörunni. Ok. Og þú veist, ég gæti alveg nafngreint hann, skilur, hann vill það ekki, en ég gæti það. Já. En ég ætla að hjálpa honum að gera hreint fyrir sínum dyrum. Ok, það reynda gott að við erum báðið með mission. Ég með mission á að koma Thin Crust aftur á markað, eða bara allavega í magan minn. Já. Og þú ert með... Ég ætla að fara með honum og við ætlum að borga fyrir hennar rakspíra. Það þetta geðvikt. Já. Ég ætla að koma honum af þessum listum. Með vöxtum? Með vöxtum, já. Þetta honum einhver 300 skall í dag. Nei, bara, og mér finnst líka bara að hann á ekkert að skamma sín yfir þessu. Ég segi bara að við reynum að fá hann í þáttinn að ræða þetta mál. Já. Jafnvel þó hann þurfa að vera svona þú veist, ég bara úlingur. Já. En ég ætla að fara með hann, við ætlum að gera upp þetta mál. Já. Og hvað mér finnst það fallegt. Já. Mér finnst það í alveg bara fallegt. Þetta er líka bara búið að vera svo, þetta er búið að sitja svo á mér í mörg á. Já, þú líka þú hefði svo auðveldlega að geta yfirgefið þennan vindin þegar þú meikaðir það. Já. En þú ert að nýta þitt plattform. Já, til að hjálpa honum. Til að hjálpa þeim sem minna mega sig. Já. Og þú ert hetja fyrir það. Það er þín orð, en ég er sammála. Og hvað gerir meira melgina? Ég fór í Sturlapartí, 80 ára afmæli. Já, hjá hverjum? Hjá mömmu Stjúpa. Já. Og það var geðvikt, geðvikt, það var bara kósí, sko, bara brauðréttir og allir að skoða Lilla. Já, geggjað. Ég hélt barnaafmæli á föstudaginn. Já, hvernig var? Leikskólaafmæli. Já. Það var bara ógeðslega gaman. Það var algjör stemming. Var ekki krakki með eitthvað vesen, eitthvað nundahóri í sófan eitthvað? Ekki sem ég er búin að taka eftir, sko. Nei. En gæti verið þessi einhverstara bakvið. Ok. En það var mjög gaman. Já. Þetta var bara heil leikskóla deild mætt heim og mikið læti og mikið stemming. Kökur og pítsur. Já. Og bara, algjör stemming. Geðvikt. Það er sem þægilegt. Þá er þægilegt að geta bara panta Dominos. Gríns. Já, ég var þetta ekki þið ekki haldið mörg vinaafmæli? Nei, þetta var númer 2. Við erum búin að taka núna, tókum 1 núna bara daginn. En þú verður bæði núna í röð, sko. Það er ekki fallið þetta? Jú, ekkert eðlilega. Já, bara geða þetta. Ég þarf að sína í vídeo frá þessu. Þetta er bara svo Daddy Daycare myndin. Það er bara fólk, krakkar er bara hlaupað allt, öskrandi. Þú ætlar alltaf að halda vinaafmæli, en það endaði svo bara í afmæli þegar þú varst yngri, eða ekki? Það endaði alltaf bara í fjölskylduafmæli. Fjölskyldan var alltaf tilbúin að hoppa til. Mjög fljót, sko. Já, voru alltaf að rúnda bara götuna, sko. Já, ég þurfti bara að bíða í kannski svona 1,5 eða eitthvað, Jónas leik Hveregiri. Já. Svona 90 mínútur eftir mætingu þá svona fór fjölskyldan að tínast inn. Já, og það var geðveikt, sko. Já. Ég vil gera bara gott úr þessu. Já. Ég var að skella ykkur í Fyrsta lið. Já. Ég er með sem sagt við erum að taka þetta, sko, klukkan 9 morgun. Já. Þannig að, og við í rauninni ákveðum það í gærkvöldi. Já. Þannig að þú veist... Takk aftur, Birta og Sunniva. Já. Og starfsniminn þeirra. Já, sem opnaði. Ég var að ræða það. Það er hart. Það er mjög hart. Ég sendi á hann eitthvað, ég fyrir utan bara eitthvað, ef að bara þú vilt að ég kom inn eða hún er að bíða eftir okkur eitthvað. Já. Hún bara, nei, allt í góðu, starfsniminn kemur og opnar fyrir, bara rétt fyrir 9. Já. Það er ekkert eðlilega. Ég bara, geggjað. Já, einmitt. Af hverju eru ekki með starfsnimi? Ef einhver vill koma að vera starfsnimi, þarf maður að borga starfsnimum? Nei. Ok, ef einhver vill koma að vera starfsnimi, þá er það bara velkomið. Og það er ekkert, þú mátt vera 40, skilur. Já, og þú mátt vera 60. Já. Þú mátt vera 12 ára. Já. Það var allavega ekki, nei, kannski ekki, en það þurfti allavega að eiga penning til að taka leigubíl, því við ætlum ekki að borga fyrir hann. Nei, það er ekki líka á okkur. Nei. Já, ég fór þess að í svona klassískan lið þar sem ég þýði lög á ensku yfir íslensku og öfugt. Já, er þetta úr gamla? Nei, við tókum þetta ekki, þetta er bara búið að vera í svo mikið af einhverjum útastáttum og eitthvað svona dót. Ok. Ég til í þetta. Og ég á að gíska hvaða lag þetta er. Já, ég er með 3 lög. Ok, wow. Spenntur. Já, en þú veist, þetta er samt bara, ég er ekki búin að þýða allt lagið. Nei. Og ég með þú þarft að fara í ræktina
fyrirgefðu. Nepal. Ég vil bara ekki að þú segir fyrirgefðu núna, stelpa. Því ég bara vil þú til að segja fyrir mig til fyrirgefðu. Þetta sorry með Justin Bieber? Já. Nei, ok. Ég veit þú segir það fyrir mig. Nei, býtu. Ég elska að segja það bara fyrirgefðu fyrir mér það stundum. Þetta gæinn sem glimti textarum og sorry? Þetta er Jónatanus. Ég elska að segja að þú vorkennir mér það að eilífu, því ég elska þig á sama hátt. Og svo hérna, en er of seint að segja fyrirgefðu, því ég sakna meir en bara líkamæðin. Ok, og ég er búin að læka klippin á TikTok, ég ætla að spila hana bara í mikrofónu. Ok. Þetta er sem sagt með honum Jónatanus. Jónatanus? Já. Þetta er eitthvað X-faktor eða eitthvað úti? Já, ég var líka til að bara ræða þetta eins og eftir, sko. Já, þetta er fyrir Idol-dómari. Já. Ég kom með smá inside scoop. Sjá. Nepal. I just want you to say that you're sorry for now, girl. Cause I just want allir byrja að klappa með öfni for me to sorry. Það þurfa allir í þessu sal að fara á Al-Anon fund. For me. I love to say is you're sorry for me that sometime. I love to say that you're sorry for me that forever. Cause I just love you the same, second chances. Ok. Allavega, þetta er búið að vera bara on my... Þið verður að repeat. Þetta er búið að repeat hjá mér. Svo er ég með lag nummer 2. Ok. What do you mean? The turnover in rubber bands and I'm fucking up the game. I'm a role model with a couple companies. Find me cruising with a cold wrist and a heated seat. Þetta er Keira. Nei. Ha? Lots of guys want to talk to me. Lots of girls want me to go with them. Lots of companies begging for advertisement. Please say hello to me. Not all crap is the same. Please say hello to me. Nei, from me. From me. Please say hello to me. Ég vissi hvað þetta þýða. Þetta er vittisleins. Við að hilsa. Not all crap is the same. Not all crap is the same. Já, Translate sagði það. Hvernig mynd þú þýða? Ekkert vittisleins. Já, not all crap is the same. Já. Það var ógeðslega erfitt að finna lag hjá þér sem væri hægt að gera þetta við án þess að þú myndir fatta það strax og þú ert með svo mikið eitthvað 2 og 3 rappa, cowboy eða skilur, þetta er allt svona ég sem engin annar gæti verið að syngja. Já, eitthvað svona íslensk reference og þú veist og Sara og einmitt eitthvað svona, þannig að þetta var svona eina en svo er þetta verið drullað yfir mig, skilur. Nei, þú veist, það er engu sem dettur þetta steikta shit sem þú segir í hug, sko. Það er engu sem myndir langa dettur í hug. Þetta er ógeðslega shit. Þetta er ógeðslega. What do you mean, the turnover in rubber bands and I'm fucking up the game, I don't style, I pay for both. Þegar ég ekki viss hvort að textið þar var réttur, hvað segir þar? Ég stæla ekki... Ég man ekki, hvernig er textin á íslensku? Já, það er eitthvað, ég stæla, ég borga bæði, eitthvað... Í stælin? Ég stælin, já. Já, í stælin, ég borga bæði. I don't style, I pay for both. Já, næsti. Já. Ok. Og þriðja? Og ég með eitt í það bara... Endilega, kæri hlustandi, reyn þú að fatta undan mér. Já. Já, mér finnst þetta líka skemmtilegt, sko, þetta er líka bara svo einfalt og það geta allir verið með, sko. Hérna er ég með hérna. Hvað? Ok. Þegar þú sagðist hata vini mína, eina vandamáli var hjá þér en ekki þeim. Og ef að þú vilt segja fyrirgefðu nú, allir vilja segja fyrirgefðu. Ég veit að þú veist að fyrirgefðu. Ég veit að þú veist að fyrirgefðu. Og öll skiptin sem þú sagðir elskan, þú ert í lagi. Ég mun elska þig hvert skipti. Mamma mín fílar þig ekki og hún elskar alla. Og ég fíla ekki að viðurkenna að ég hafi rangt fyrir mér, en ég er búin að vera fastur í vinnunni og sá ekki hvað var rangt, en nú veit ég að ég sef betur einn. I sef betur einn, I sleep better all alone. Já, og ég byrja bara nýtt. Nei, ég er að hugsa þetta. Þetta er
Mamma, hvað sagði mamma? Mín fílar þig ekki og hún elskar alla. She likes everyone. Hvað heitir þetta? Love Yourself með Justin Bieber. Já, sko, maður sjá. Hvað, ætlar að fara að þræta fyrir það? Já, nei, sko, þetta er... And if you want to say to me I'm sorry now Everybody want to say I'm sorry Þetta Jónatanis útgáfa? I know that you know that sorry And every time you say baby you're okay And if you want to say to me I'm sorry Já, þess vegna sko, þegar þú sagðist hata vini mína, eina vandamáli var hjá þér en ekki þeim, það er Bieber útgáfan, svo kemur Jónatanus. Og ef að þú vilt segja fyrirgefðu nú, allir vilja segja fyrirgefðu, ég veit að þú veist að fyrirgefðu, og í öll skipti sem þú sagðir elskan, þú ert í lagi, ég mun elska þig í hvert skipti. Þannig að, já, þú fær alveg stig fyrir þetta, skilur ég fæ hálft stig. Já, þú fær hálft stig fyrir þetta. En það var rauninni í flutningi Jónatanus, já. Ég ætla að fá þig til að setja þetta inn svo þetta heyrist almennilega. Maður sjá. Þetta var ekki það heila gott. Já, heyrðu, ég ætla að henda okkur í úr liðu gamla podcastinu, það var einhverjum sem voru að biðja það. Okay. Og það er að herra eða læri. Herra eða læra. Í boði Dominos. Okay. Ég ætla að fara í Dominios. Ég ætla að fara í Spotify-listundur. Monthly. Ok. Dominos. Yeah. Já, ok, og ég er með 10 artista. Já. Og við byrjum á bara svona, hvað segir maður? 10 artista, ok. Baseline, byrjum á baseline. Eminem. Ok. 73,1 miljón monthly listeners. Ok. Sabrina Carpenter. Og þú mátt velta steinum. Já, ég einmitt, Sabrina Carpenter er líklega ein svo stærsta í dag, myndi ég halda. En Eminem er alltaf með helviti. Hún gerði Espresso, eða ekki? Hún gerði Espresso, já. Thinking about me every night, oh, isn't it my espresso? Já. Everybody want to say sorry about espresso. Já, hún gerði þetta, sko. Já. Samt þetta. Hún var líka með Barry Keoghan, leikarann. Já. Það ekki? Jú, hún með honum. Sko, mér langar að ræða hann, sko, Það er frá Body Simon, fyrir andlitið sitt. Já, sko, þú veist, ég sá hann í einhverju mynd og var eitthvað svona, já, hann skrýtin útliti eitthvað. Svo kom hann daginn, Crime 101 eitthvað og var Ringo Starr. Já. Það var einhver sem skrifaði eitthvað, það er eins og hann sé sko Liam Payne, gæinn í One Direction sem er með svona hár, hafi klætt sér í húðin á Harry Styles. Það er alveg smá þannig, sko, þú veist, það er eins og það sé eitthvað að, sko. Getur við fengið mynd upp, eða? Já, ég skal láta setja mynd upp á hann. Hann er bara smá creepy. Já. Við setjum líka mynd á Instagramið fyrir ykkur sem að hlusta. Já, ekki vera bara í story. Já, ég er sammála, ég veit hvað mynd þú ert að tala um, sko. Já, hann er bara... Hann er illa skítinn. Ég held líka að hann sé bara aðeins að, það er alveg skellur að hann var með Sabrina Carpenter. Hann held fram í hann. Já, það máli. Segja sögurnar, allavega. Hver sagði þetta? Sabrina. Í alvöru? Já, hún var að tala með. En svo veit maður ekki. Sko, já, ég held að sé alveg frekar glatað að vera með Sabrina Carpenter on top of the world, stærsta popstjarna í heimi. Hann fokkar því upp. Já. Og svo er hann bara eitthvað, ég held að það ekki alveg toll, að hún er líka að gera eitthvað lög sem skilur líklega hann. Hann elskar espresso. Já, hann gerir það, sko. Ég var bara nefnit út, ég sá þetta, sko. Já, hann er illa skítinn á því, sko. Ég ætla að segja Sabrina Carpenter sem meira en Eminem. Þegið. Wrong. Marshall with Mathers. Marshall Slim. Já. Hún er með 66,6 miljón monthly. Og hann með 70? 73,1. Já, ok, það munur ekki þannig. Sann 7, þetta er 10%, kallar minn. Ok, quick math. Svo er Bianchi Canolis. Já, Bianchi Canolis, já. Hvað heldur að hún sé? Ég held að hún sé með minna en Sabrina Carpenter. Það er rétt. Hún er með 53,8. Já. Þetta er alveg áhverð, sko. Mér pæla svo lítið í þessu, svo þegar ég fór að skoða þetta, það var slattir sem komir óvart. Ok, Miley Cyrus. Miley Cyrus er með minna en Beyoncé. Þetta er mjög tæft samt, hún er 52,6.
sem rétt hjá mér, eða ekki? Jú, hún 1,2 neðar. Einmitt. Já, einmitt. Ég elskar Miley Cyrus. Já, ég líka. Ég hefði haldið hún var meira. En kannski finnst mér Flowers vera stittar síðan að koma eitthvað. Já, sko, Flowers er náttúrulega risastórt. I can't buy in the flowers, saying sorry about me. Það er svo vilt benga, sko. Walk in the bed for hours and never know what you mean. And now everybody is sorry. I want to buy flowers and I can sorry say for me, baby. Geðveitlega. Nei, já, það er náttúrulega stittra síðan hún átt eitthvað banger en Beyoncé er náttúrulega með stærri katalóg, myndi ég halda. Já. Af lögum. Svo var hún líka með hana, This is Texas, eitthvað. Já, This is Texas. And I hold them when they go, 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 go. And you're sorry. If you're sorry, being Texas. Sorry, baby. Ok. Heru, ok, 50 Cent. Úff. Yeah. Hann er með minna. Sko, Eminem var með 73 ár. Já, hann er með minna en Miley Cyrus. Já, en hann er samt með meira en hélt. Hann er með 46,7 milljón. Nice. He's nice. Já, he's very nice. Það er saman með hann er með minni katalóg en Miley Cyrus, þó hann sé með fucking, hann á risa plötu. Já. En svo á hann ekkit mikið meira en þessar plötu sem er að streyma vel enn þann dag í dag. Nei, kannski ekki. Svo Ty Dolla $ign. Úff, það er okkar maður. Yes. Ég ætla að segja hann sem er meira en 50 Cent. Nei! Hann er með minni en 50 Cent. Ég var að hugsa Kanye, Vultures. Já, Vultures. Er hún á Spotify? Já. Hún er á Spotify. Ég ætla að segja að hann sé með minna en 50. Það er rétt. Yes. 36,8. Ok, nice. Það er samt aftur á móti meira en ég held og það er mér svolítið langt síðan hann hefur komið með eitthvað. Já, algjörlega. Ég held að það sé svo mikið Vultures þannig að halda með sko. Ok. Svo er það The Hot Boy. Jack Harlow. Já, gaur, talað Crash and Burn á hann, er það ekki það? Langt sér að við séð eitthvað frá honum. Jú, ég veit ekki hvað sé Crash and Burn. Ég sá hann daginn með skýrna húi. Já, ég var mikill fan, sko, en hann ásanda ennþá, það er ekki það langt síðan öll þessi lög voru. Ekki, 4 ára eitthvað. Throw up the A, B in the S, N með S, X. Já, V, S, sorry. Já, og hann What's Poppin'? Já, en já, það er alveg langt síðan, sko. Ég ætla að segja hann sem er meira en Ty Dolla $ign, samt sem aður. Hann er með minna. Það komur orð, hann er með 23 ár. Já. Milljón á því, minnst það lítið. Það er lítið, sko, en ég er að segja það er Crash and Burn á hann. Já. Svo er það Lil Wayne. Svolítið langt síðan kom kona, en ok. Ég tók 3 ár í röð. Shit, það er þetta rosalegt. Já, takk fyrir það. Klestan, bro. Lil Wayne er með meira en Jack Harlow, bara miklu meira. Já, hann er með 48,2, hann er með meira en 50 Cent. Já. Mér finnst það kom mér ótt, og ég var aldrei Wayne kall, sko. Í alvörinni? Já, ég var meira svona Wayne's World kall. Ég líka reyndar. Ég elska Lil Wayne. Já, ég veit það, en fyrir mér er, þú veist, á hann einhverja 3 hittara sem ég get nefnt. Já. Amelie, Mirror on the Wall. Og ekkert annað. Jú, Lollipop. En ekki 6'7", eða? Já, 6'7", jú. En fyrir mér er það geðveitt rapplag, en var það bara worldwide hit? Eða fattar þú? Mér finnst 50 Cent vera meira svona... En hvað veit ég? 50 Cent, já, 50 Cent var... Svo meira international stjarnar. Það er rétt. Þú veist, minnst Lil Wayne vera meira kannski svona, ekki á sama hátt, en minnst hann smá vera eins og Jay-Z. Nefn að Jay-Z, þú veist, alltaf tala um hann sem huge í Bandaríkjum, en það hlustar enginn á hann hérna. En ég er að tala um samt, Lil Wayne er alls ekki þannig, en bara svona eitthvað afbrigða af þessu, skilur. Einmitt. Já, hann er klárlega stærri í Bandaríkjunum heldur en hann er til dæmis á Íslandi. Já. 50 Cent náttúrulega, já, var svona global icon eins og Eminem. Eminem. Það var snillíkar. Já. Heyrðu, talandi global icons, hann er með 42,2, svo er 21 Savage. 21. Ég ætla að segja hann sem er meira okkur núna. Ekki, yes, ég er ánægður að heyra það. Not true, Já. Er það ekki 21 Savage Man? Mér finnst hann fínt, sko, en hann á ekki að vera með fleiri móti listeners heldur en Lil Wayne. Nei, en hann samt að vera poppin svo lengi. Já. Svo er það í endan.
Hvað er 21 Savage með? 41,2. Hvað var Lil Wayne með? 48,2. Ok. Já, en þú veist, Lil Wayne, og þú veist, ég held að Lil Wayne, 50 Cent og Eminem séu rosa svona steady, skilur, og þeir eru alltaf að droppa einhverju nýju sem boostar, fattar ég. Já. Og meðan, þú veist, 21 fekk að skipa í 65 og svo niður í 40, skilur, svona baseline hans er örugglega lægra. Svo er það Ariana Grande. Langt síðan, hún er bara búin að vera í Wicked og eitthvað. Ariana Grandiana. Já, Grandiana. Hún er með katalóg. Hún er með meira. Og það er. Hún er með meira. Já. Hún er með 86. Já, einmitt. Tvöfalt meira. Já. Svo ætla líka, sko, ég ætla líka kannski að ræða við sem er ekki í leiknum. Já. Ég var að skoða í gær, sko. Það er eins og Kendrick Lamar. Já, einmitt. Láttu mig það ekki það. He's really lame. Já, hann er það. Totally lame. Hann er með 74. Melis. Og Drake er með 88. Takk. Taylor Swiftie, hún er með 105. Já. Og Helgi. Já, Weekend. Já. Hann er með 119,6. Það er sturlað. Hvað hann er stór. Já, sko, ef ég myndi ekki skoða þetta, þá myndi ég samt segja að það hafi verið sem í Crash and Burn hjá Weekend. Já. Út af, þú veist, Blinding Lights, skilur, svo finnst mér, eða fattar hvað ég veit, þú veist, með svona smá, einmitt. Þú veist, Blinding Lights var og svo finnst mér ekkert eitthvað mikið. Hann er alltaf búin að vera að túra í, þú veist, basically, þú veist, hann er ennþá að túra túrin sem við fórum á, sko. Já, aha. Og þá var hann búin að vera að túra þann túr. Var það ekki síðasti túrin, eða? Sem Weekend, þá ætla hann að vera able. Já, einmitt. Hann er bara að mjólka þetta. Not so able, am I right? Já, he's not able to quit. He's not able to quit. En, já, hann er ennþá að túra. Þú veist, hvenær fóru við? 23 eða eitthvað. Nei, 23 eða. Já, 23 held ég, en það, já, og hann er ennþá. Sá túr. Það er svakalegt, sko. Þá var hann, sko, 3 kvöld held ég, eða 2 kvöld á London Stadium. London Stadium. Já, 80.000 manns. Já, pældi. Já. Og hann er búin að fara ofta aftur til London á þessum túr, sko. Já. Pældi að geta þetta bara. Já, mér finnst þetta svo rosalegt, út af, þú veist, þetta sýnir kannski hvað maður fyrir ekki síðla með, en mér fannst bara Blinding Lights og svo finnst mér svona síðasta platan hans ekki alveg hafa náðið skoða, en hún greinlega bara, hún greinlega gekk ekkert eðla vel. Hann er númer 2 í heiminum. Já. Hvað er þetta síðan nummer 1? Bad Bunny. Nei. Ok. Ég veit ekki hvað það er, sko. Bad Bunny er með 92. Bruno Mars. Það? Hvað er þetta svo 2008 talking? Nei, heyrðu. Það er Bruno Mars. Hvaða lag er hann með? Apathy. Sko, Bruno Mars streymir svo viðbjóðslega vel. Já. Hvað var allt þetta spjall? Það var alltaf að vera að tala um hann skuldaði. Ég held að það er bara eitthvað kjaftaði. Mannst ekki eftir? Það var alltaf að tala um hann er í Vegas að borga upp skuldinu sér. Ég held að það sé rugl, sko. Hann alltaf gátt lag daginn. Já, I just might. Já, en Bruno Mars, sko, hann er með besta track record of all time, sko. Já. Þú veist, hann er búin að gefa út einhverjar, ég held að hann er búin að gefa út 4 plötur eða eitthvað. Já. Og pældi í lögunum sem hann er grínlaust búin að gefa út minna en 50 lög eða eitthvað. Já. Og, þú veist, nánast öll af þeim eru bara eitthvað ógeðslega stór. Aha. Já. Ef við tölum um ratioið, þú veist, af lögum. Þetta komið samt rosalega orð að hann var í nummer 1. Já. Já, þú sagðir, is 2008 calling? Já. Ég sagði nei. 2008. Bruno Mars. Já, svo er líka... Ég sé Bruno Mars. Hefur séð Bruno Mars live? Nei, hann er náttúrulega geðveikur söngvari. Það var ógeðslega gaman. Mér langar að fara aftur. En svo er líka svo Taylor Swift eitthvað svona mingi sem ég þekki ekki. Mikið. True. Þú veist, en maður þekkir það út af því að tala svo mikið um Swiftie svo eitthvað. Já. Þessu Fate of Ophelia sem maður hefur hýrst eitthvað aðeins. Fate of Ophelia? Fate of Ophelia. Já. Sem var með henni í skóla. Hún heitir Ophelia, var með henni í skóla. Og víst undu hennar, þannig að hún má segja þetta. Já, hún er að hefna sín núna. Fate of Ophelia. Það er komið með billion stream, sko. Wow. Já. Ég fíla þetta. Þetta er svona, Taylor Swift er... Mér líður líka smá eins og hún sé ekki einn stóra Íslandi, en kannski er hún það, bara aðeins að maður fatti það. Já, einmitt. Við náttúrulega erum, sko, að vera 30 kallmenn. Já, það er enginn í kringum mig eitthvað að senda mér nýja Taylor Swift. Taylor Swift. Hvað ert þú að hlusta á? Ég hlusta voða lítið, sko. Þú veist, ég hlusta mjög mikið bara á okkur gömur blúslög og svo bara eitthvað eitt og eitt lag sem að ég finn nýtt, sko.
En þú, ég rosa lélur að þú veist, hlusta á plötur og hlusta á... Já, ég rosa mikið, núna ég rosa mikið að hlusta bara á lögin mín, sko, sem ég búa til núna. Ég náttúrulega líka, þú veist, ég núna byrjar að gera ókslega mikið á tónlist og bara með það á repeat, sko. En svo ég svolítið að hlusta á T.I. Já. You can have it, never no lie. Everybody's sorry now. og Lil Wayne og Já. Og Drake, náttúrulega. Já, sko, síðasta skipt sem ég var með einhvern artista sem ég hlustaði á, þú veist, það var Post Malone fyrir 8 árum eða eitthvað, og Young Thug og eitthvað því, en svo núna enn ég ekkert að hlusta á þá. Nei. Þannig, skilur, og minnst Young Thug er hann steiktur og Post Malone gerir country tónlist og country tónlist sem ég er ekkert endilega rosa hrifinn af. Nei, sko. of country. Já, eitthvað svona. En það sem, svo hlusta ég náttúrulega mjög mikið, þú veist, það fer líka eftir hvað ég gera. Ég, þú veist, ef ég plata því sem ég hlusta, ef ég er á sagaklass, skilur, þá er ég að hlusta... Það er saga? Já. Þá er ég að hlusta á bara þig, sko. Já. Nei, ég hlusta, sko, plata þín sem ég hlusta mest á er, Flottskákur 2. Það? Já. Vá, það er hot take. Páll Óskar. Það hlusta enginn á þá blödu, sko. Jú. Án grínskur, það er verst streymda plata bara alla tíma. Nei, frændi minn hlusta á hana. Þú og frændin? Já, nei, Páll Óskar finnst mér bara eitt besta lag sem við gerst. Já, ég sammála. Það er mjög geðið lag. Það er sturla lag. Já. Ég man líka þegar... Ef ég myndi gefa það út í dag, þá er það huge. Já. Það er bara mjög svipað svona LA-ils. Já. Ég man sko þegar ég var í rektinni, ég veit hvað að hugsa, hann er að ljúga. Nei, þú veist, þegar ég var í rektinni, það er einhver ár síðan, þá var ég alltaf með, þá var ég bara Páll Óskar repeat, sko. Já. Að ég tjekka hvað hann, það streymdi hún ekki ágætlega. En þetta var hann líka svona monumental plata, skilur. Það var gaman að þessu, hún kom náttúrulega út í COVID. Já. En við erum að fara núna í lið. Já. Sem að heitir Hubby My Hubby. Og það er vægast sagt búið að rigna inn núna. Já. Aha, eftir, það gaf svo góð ráð síðast. Já, það var geðveik ráð svo gaf síðast. Og þú veist, núna líka, núna vita fleiri að það er hægt að biðja ráð. Já, þetta fekk alveg 20.000 views á TikTok eitthvað. Já, þannig að endilega þið sem að eruð í vandræðum með Magga, endilega sendið á mig. Þið getið sendt bara á cowboys@cowboys.com og og ég kem þið til skila. Þannig að endilega bara sennaði þig huginn. Því að, hana vantar hjálp. Hæ Hubby, ég er 26 ára landsbyggðartúta og á að mestu lit og á að, hún er það. Ég er 26 ára landsbyggðartúta og á að mestu leiti frábær mann. Love language mitt er klárlega að gefa og ég er basically allt árið að undirbúa afmælis og jólagjöf fyrir my hubby. Já. Ég fæ rosalega mikið út úr því að gefa fallegar og vel úthugsaðar gjafir. Já. Og þykir fátt skemmtilegra en að fá fallega og metnaðarfulla gjöf. Já. My hubby er frábær í flesta staði en hann deilir ekki þessu áhugamáli mínu. Og ég þarf yfirleitt að setja gjöf frá mér til mín undir tréð. Já, love languageið hjá my hubby er snerting og ég gef honum það en hann er ekkert endilega mikið að gefa mér my language, love language. My language. Já, sorry. Í þau fáuskipti sem hann gefur mig gjöf þá er hún eitthvað algjört galsa kjaftaði eins og ljótir bólir sem bara honum finnst fyndnir. Það er svo ömurlegt að stríða hálft árið fyrir hérna fullkomnu gjöf og hann hendi svo bara í eitthvað brandararugl sem niðurlæði mig. Hvað á ég að gera? Ástarkveðjur, Petra. Vá, þetta er smá flóki case, sko. Því að það er enginn sem hefur rétt fyrir sér í þessu máli. Já, þetta er svona, þú veist, ég vil tala 3 hliðar á hverju máli. Það er þín hlið, mín hlið og sannleikurinn. En þetta er kannski meira svona 6 hliðar eins og teningur. Já, þetta er svolítið þannig, sko. Því að það sem hún gerir rangt þarna, hún er að assúma að love language hans sé snerting. En eins og ég sé þetta, þá held ég að love language hans sé skemmtilegar gjafir. Og eins og hún segir að þá er nóg af þeim. Og það er náttúrulega ekkert skemmtilegra en skemmtilegu bólur. Og þetta er eins og hún Inga mín.
Já, einmitt. Ég gaf henni náttúrulega ból sem alveg sló í gegn hana. Alveg rétt, já. Já, þú varst búin að gleyma því. Já, einmitt. Já, og sko, og í fyrra gaf ég henni líka á keypti ég sko kveðju hjá bara ódýrasta gæðanum minn á Cameo. Bara einhver gæði. Og bara einhver gauð. Já, bara $1 eða eitthvað. Bara einhver, hann var einhver, ég held að hann bjó í Afríku. Og hann hendi í kveðju fyrir hana og þú veist, en þetta líka hefur gert okkur sterkari og það sem við með þessu erum að reyna að segja að sko lífið snýst ekki hlutina heldur hláturinn. Já. Og mér finnst líka hún landsbyggðartútan, Petra, já. Þyrfti aðeins að hugsa líka sko, þú veist, hvort að hún sé of svona Kardashian influenced og vill bara meira og það, þú veist, fyrir eins og mér og þér að þá snýst lífið miklu meira bara momentin, skilu, þegar þú ert með fjölskyldunni eða með börnunum og þú barnið þitt setur hendurnar utan hálsinn á þér og segir ég ætla að drepa þig. Nei, og segist elska þig. Já. Og mér finnst hún kannski vera svolítið rangri leið þarna. Ok, þannig að þetta í rauninni ekki margar hliðar, það bara hún sem hefur rangt fyrir sér. Já. Hann algjör snillingur. Þetta algjör snillingur, þetta hljómar ekkert eðlilega skemmtilega gæi. Ég var sér til að sjá, ef hún geti sendt bólinn, það var ógeðslega gaman. Ég hef svo gaman af svona bólum. Ok, já, ég skal tjekka því. Já. Ég skal fá follow-up frá henni. Já. Þannig að ráðið þitt hvað? Bara að hugsa kannski minna í hlutum. Já. Og grín getur verið úthugsað og frá hjartanu. Já, og vera kannski þakklátt bara. Já, sem á vel við, því við erum að fara í þakklætishornið. Vá. Í bóði Hagkaup og Takk appsins. Já, einmitt, nákvæmlega. Já, þetta er nýr liður, þakklætishornið. Já. Í bóði Hagkaup og Takk. Já, ég var að downloada Takk appinu. Já. Og hann byrjum hérna og sko, ég veit ekki hvort að ég búi undir bara snildargáfu undir snildarsteini, en ég vissi ekki að þetta gildir sko í Hagkaup og Bónus og Ólís. Það er geðvægt. Það er rosalegt. Og getur maður fengið bara pening tilbaka og borga svo, ég núna er komið Takk-kortið í síma minn. Þannig að þú getur veslaði mat og svo farið bara bensín eða... Já, þú færir henni bara afslátt af fullt af vörum sem að safnast og afsláttur með þannig... Já, þú farið tilbaka. Já. Og þá er þú greitt með því. Það er næs. Og við ætlum að... Næsari. Við erum þakkláttir fyrir það. Og við ætlum að segja aðra hluti sem... Já, nú förum við í það sem við erum svona alveg svona fallega þakkláttir fyrir. Má bjóða að byrja? Já, sko, maður skrifa náttúrulega bara eitthvað, nokkra hluti. Maður er náttúrulega fyrst og fremst þakkláttur fyrir gólfið. Gólfið, já. Já, og hermana. Já. Ertu ennþá, þú alveg djúpur í því? Já, okay. Ég er það. Ætlar að spila mikið golf á tenni? Nei, örugglega ekki. Ég sé ekki alveg stemming fyrir að maður fara að hendi sér í 18 hólur. En taka 9, eða kannski bara minigolf? Já, jú, minigolf, já. 100%, það er bara rétt í 18 á ströndinni. Er það? Já. Ég eigi mjög til það. Nei, maður er bara þakkláttur fyrir heilbrigð börn. Góða vini, góðan mat, geta farið til útlanda og bara öryggi, góð fjölskylda. En þú? Þetta er ekki montónið, sko. Nei, þú veist, þetta er bara það sem ég á. Ég hef alltaf átt mikið af vinum og hef bara vinaðamæli bara frá því ég var 1 árs. Vá, og bara fullt hús. Já, pakkað. Alltaf uppfyllt. Já, en þú, og góða hlustendur. Líka. Já, ángríns, það kemur inn á það sem ég ætla að segja. Ég er þakkláttur fyrir að vera að byrja að ráttu með podcastum. Já, sammála. Við sko, við erum svo ruglaðir, ég og þú, að við erum svona fjölskyldukallar og vinnu þjarkar. Og það er eiginlega bara ekki tími fyrir neitt annað. Nei. Þannig að, þú veist, við svolítið missum, bara chillið. Já, við bara hættum að hittast. Já. Þú veist, þannig að þó við séum mjög góða vinnir. Já. En núna höfum við svona
vinnulega ástæði til að hittast. Og nú erum við með stúdíó saman. Og, sem við eigum eftir að reynda að græja. Já. En það er í mikilli vinnslu núna. Já. Og já. En ég er sammála. Mér finnst geðvægt að byrja með þetta líka bara, þú veist, út að þetta er, við erum bara orðið svo fullorðnir einhvern veginn. Já. Þú veist. Við erum að vera 30, sko. Það er leim. Þú og undan. Ég verði 30 að tenni. Já, maður. Við verðum að gera eitthvað. Já. Fara á the club. 100% með bönnin og allt. The club. Já, en núna, en svo það sem ég líka þakklátur fyrir er, að í fyrradag, þá fekk ég skilaboð. Ok. Frá kokki, sem er í kokkalandsliðinu. Ok. Og hann sendi á mig, sælir, má bjóða þér að koma á æfingu hjá kokkalandsliðinu, þú plus 3. What? Já. Og ég sagði já takk. Og ég fór í gær. Já. Og þeir eru kokkalandsliðið... Borðar það bara fyrir 4? Þú fórstu bara einn það? Nei, ég bauði Söru, kæristinu minni með, unnustu minni, og vinafólk okkar. Kika. Og við fórum á þessa æfingu. Og þá var kokkalandsliðið að æfa sig fyrir ólympíuleikana. Já. Þannig að þau eru með, skilur, forrétt, aðalrétt og eftirrétt, og þau eru bara að proper æfa sig fyrir ólympíuleikana í þessu, og það var ekkert eðlilega gott. Djöfull var þetta gaman. Var þetta ekkert... Þetta var skrítið, þetta var mjög skrítið, og ég svona, Þú ert náttúrulega mikið svona, ekkert skraut og... Ég vil bara nagga og tómatsósu, sko. Og ég ákvað bara, ég ætla bara að hugsa bara when in Rome, og ég skoðaði matseðilinn, og hann var, sko, ég þekkti svona 4 orð á honum. Já. Og þetta var, sko, þú veist, það var steinbítur, eitthvað steinbítsmauk með einhverjum blómum og eitthvað kjaftaði. Og ég bara... Ég sé svo mikið fyrir að þú bara, ef þú varum veitingastað, bara, allt grænt og skraut burt. Já, ég er alveg þannig, sko, bara, ef ég er að fá mig steik, skilur, og bara, ef þú setur eitthvað svona skraut á hana, eitthvað svona lítil blóm, sleftu því. Já. Ég vil bara steikina. En ok, en þarna, ég hugsaði bara, ég ætla bara when in Rome, ég ætla bara að smakka allt. Og ég, sko, fyrir eitthvað sem ekki vitið, sem eru líklega flest, ég borðaði yfirleitt ekki fisk, og ég borðaði aldrei lambakjöt. Ekki nema þessi hangikjöt. Og þá borðaði ég bara svona þunnum sniðum. Ég er mjög skrítinn. En já, ég borðaði bara ekki lambakjöt og ég borðaði yfirleitt ekki fisk. En þarna í matinn var sem sagt steinbítur í forrétt og lamb í aðalrétt. Og og ég borðaði allt, ég ákvað bara, ég ætla bara að smakka allt og ég ætla bara... Og þetta var... En sko, er þetta ekki stundum líka bara eitthvað sem býtur í þig, skilur? Nei, ég er nefnilega ekki þrjóskur eða Leifast þessum bara, þú færið bara einhvers staðar vont lamb einu sinni og það er bara allt lamb viðbjóð. Jú. Já, það ekki. Jú, sko, reyndar, ég hef alveg nokkuð sem smakka lamb í seinni tíð og það er alltaf, ég fæ alltaf bara svona, bara, þetta er ógeð, bara mér líður bara sem ég sé bara fót. En þetta var, ég ætla bara að segja það. Er það mjög svipað? Ólympíufararnir, er kunnað þetta? Aha. Já. Þetta var rosa gott og ég meira svo ofpeppaði svo mikið að ég hugsaði, ok, mér langar frá Óks aftur. Manstu þegar ég fór á Óks með Frikka? Já. Og ég bara borðaði ekki neitt. Já. Ég ætla að fara aftur. Af því að ég borðaði allt þarna og þetta var svo gott. Og þess að, ég ætlaði að yfka þakklæti, að ég er svo þakklæti fyrir að fengi boðið. Já. Þannig að Ísak, fyrirliði kokkarans, takk kærlega fyrir að bjóða mér. Þetta var ótrúlega gaman. Við kannski býð þér með næst. Já, ég er bara mjög til að smaka. Þú líka, mátt kannski segja líka þeim sem veit ekki hvað Óks er, hvernig það virkar. Já, Óks er það er veitingastæður sem er innan Sjúmak. Þetta er svona rosa mikill perraskapur og þú veist, þetta er svona, þú færð 12 eða 14 eða 16 rétti eða eitthvað svona pínu litlir, þetta er svona algjört, bara svona, bara, ég veit ekki hvernig ég að segja þetta. Þetta er Michelin, eða ekki? Ég held það. Þetta er Michelin-stjórn, ég held það. Þetta er mikill perraskapur, þú veist, þetta er alltaf eitthvað svona, þú færð pínu lítið rúbrauð, en rúbrauð er eldað í hver á Suðurlandi, þetta er svona rosa mikið eitthvað svona kyrrt á þessu, svona íslensk hráefni og... Svolítið mikið þú. Þetta er alltaf alls ekki ég elskar bara, þú veist, bara burger og petsu, sko. Ég vil fá pönnu nýjuna. En þannig að þegar ég fór, og ég fyrst smakkaði þetta þegar ég var að gera þætti back in the day, þá var ég að gera þætti sem þetta Klingling og það sem ég var að gera alls konar upplifanir og fekk að taka með mér vini. Við náttúrulega fórum og skoðum hótel og ég og Frikki, Friðrik Dór, fórum og skoðum veitingastæði og einn af þessum veitingastöðum held ég dýrasti, þetta vorum að prófa svona, þú veist, ódýrast upp í dýrast og dýrasti veitingastöðurinn var þetta Óks og ég var alveg bara ég var ekki fan þá, sko. En ég er búin að bragðlaugarnir, sko, þeir breytast á 7 ára fresti, vissir þetta? Já, nei, þroskast.
Breytast. Ég man, þetta ekki svona sem að þú situr við svona barborð? Jú, situr við barborð og þetta bara einhver 8 sætið eða eitthvað, kostar 40 skall sætið eða eitthvað. Ég held sér meira. 100.000 eitthvað. Það? Nei, það? Jú, kannski, ég veit það ekki. Er ekki að sjá það? Ég veit það ekki meir. En já, ég er mjög þakkláttur. Takk fyrir mig. Já, þetta var þakklætisráðnið. Já. Í boði Hagkaup og Takk. Takk. Hvernig lítur helgin út í þér? Helgin við erum með tónleikana núna á laugardaginn. Já. Í Hljómahöll. Jafnvel, fyrir mig eitthvað að borða eitthvað, eða ekki það? Já. Og svo ég með gig á föstudaginn. Já. Og svo bara eitthvað svona að gera sér klána fyrir Tenerife. Tenerife? Tenerife. Þú ferð... Hvað er þetta með þú? Já, ég er að fara að spila á laugardaginn. Já, nákvæmlega, í Hljómahöll. Svo Haukur ammæli, hann var 4 ára á sunnudaginn. Aha. Já. Ætlaði að halda ammæliða? Ég ekki gera það þegar þau kom heim bara. Já. Frekar. Já, einmitt. Það er svona... Já, og höldum kannski bara eitthvað úti og svo aftur eitthvað svona fjölskyldu og eitthvað svona... Það var geðvægt að halda ammælisveislu úti. Já. Við komum. Já. Við komum. Geðvægt. Og það er. Heyrðu, by the way, það er nýja. Já. Það er. Þetta er nýjasta. Það er. Já. Þú veist... Það er þannig, bara mínus þannig. Já, þú veist, og það er svoleiðis. Já. En þú veist, þú þarft ekki að segja svoleiðis. Já. Og þú þarft ekki að segja þannig. Það er nóg að segja bara það er og þá er það. Þannig. Fattur hvað ég meina? Það er. Já. Það er samt, þess að vant eitthvað, sko. Þú ert smá tíma að átta þig á því. Að vennist þessu. Þetta setna. Já, þú ert svona fatt þetta setna þetta mig. Þú veist. Svo undan þinni samtíð. Þetta er svona, og maður er svona smá alvarlegur þegar maður segir þetta. Já. Þannig að þú veist, bara eitthvað, við erum núna, það er komin næstu vika sem við droppum þætti og við erum í 8. sæti. Og það er. Já, og það er. Þetta er nýjasta og það er allir að segja þetta. Það er mun allir að segja þetta og það er. Við þurfum að koma okkur, sko, við þurfum að koma okkur í 1. sæti, sko. Já. Já, við erum samt í 1. sæti í hjarta fólks. Já. Það ekki? Við erum alltaf númer 1 í hjarta fólks. Já. Og þau hjá okkur. Já. Við elskum ykkur. Já. Allavega ég. Já. Tix.is fyrir tónleikar í Hljómahöll. Hljómahöll, baby. Uppselt á tónleikana í höllinni. Baby. Sérst á peysinu minni, þeir sem eru að horfa. Og if you want to say you're sorry now, everybody want to say I'm sorry. Sorry now, girl. Félagsmyndstöðina á TikTok, Instagram. Gefa okkur rating, 5 stjörnur. Já, endilega reyta okkur. Apple. Já. Og við ætlum bara þökkum kærlega Hagkaup og Dominos og ykkur fyrir að hlusta. Takk fyrir okkur og við sjáumst næst í félagsmyndstöðinni.